Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi í Dimbilvíku. Í kvöld ætlum við að tengja saman eiginlega tvö mál, annars vegar ástandið á Íslandi og hins vegar ástandið í Austur-Evrópu með því að tala við Þorvald Gylfason, hagfræðiprófessor, sem að þekkir vel til beggja mála. Nú þarf ég að halda orðinu hérna, ég ætla nú að gefa þið yfir á Þorvald en misti hérna tæknimanninn inn í stúdíóið. Ef við kippum okkur ekki upp við það. Herðu Þorvaldur, við skulum byrja í Austurvegi. Þegar að Sovjetið féll, þá má ég segja það að þú hafi farið austur. Já, við gerðum þetta nokkrir hagfræðingar bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum að við lögðum eiginlega allt til hliðar. Ég var fertugt og hafði fylgst frá unglingsárum með Austur-Evrópu og Sovétríkjunum, fullur samúðar með fórnarlömbum Sovétsins og það voru engir venjulegir hlutir sem að þetta fólk þurfti að sætta sig við. Ofboðslega kúgun og fátækt og annað. Þannig að mér var eiginlega ekki stætt og öðrun að leggja allt annað til hliðar og ég var reyndar við þriðja mann, höfundurinn af fyrstu hagfræði kennslubókinni eftir þeim hugmyndum sem Vestur-Evrópumenn og Norður-Ameríkumenn höfðu það hvað ætti að standa í slíkum bókum og hún kom út á 17-18 tungumálum og rússnesku og kínversku og öllum Vestur-Evrópumálum og var svo með annan fótinn í Austur-Evrópu bara fyrstu 15 árin meðal annars við námskeiðahald handa embættismönnum og það var þannig að þarna vorum við með eldri nemendur, embættismenn í stjórnsýslunni í mörgum þessara landa. Í endurmenntun. Og margt af þessu var vel menntað fólk, hvort sem það var heimspekingar eða stærðfræðingar eða sagnfræðingar eða hvað. Og horfa bara á augu þeirra opnast þegar þú fengu að kynnast hagfræði sem hafði verið bannvara í þessum löndum. Að það er einhver dýrmætasti partur af öllum mínum kennsluferli. Og Eystrasaltslöndunum gekk mjög vel að þau bara innsettu sér öll þrjú að verða eins og Vestur-Evrópa með því að ganga í Evrópusambandi alla leið, taka upp evruna við fyrstu höndugleika og ganga í Atlantshafsbandalagið og svo framvegis og þeim hefur gengið mjög vel. Og sama má segja að nokkru leyti Evrópulöndin hinn í austanverðri álfunni eins og Pólland og Ungverjaland og jafnvel Rúmeníu og Búlgaríu að mikil framför en hún hefur samt haldrað eins og sést á því að hálfgildingsfasistar hafa náð völdum í Póllandi og Ungverjalandi og hafa hegðar sér þannig að Evrópusambandið hefur verið komið á fremsta hlunn með að setja þeim stólinn fyrir dyrnar en svo féll allt í ljúfa löð þegar þessi lönd þurftu öll að snúa bökum saman innan Atlantshafsbandalagsins til þess að hjálpa Úkraínu núna í árásarstríði Rússa gegn Úkraínu. Og þetta hefur verið mjög lærdómsrík reisa í gegnum Austur-Evrópu og Rússland öll þessi ár. Ekki bara vegna þess að þarna búa 300 milljónir manna og það er mikið í húfi og mikil gleði sem fylgir því að sjá þau lönd rífa sig upp sem tókst það og það fyrst og fremst við Eystrasaltslöndin, en líka sár vonbrigði að sjá hvernig fór fyrir Rússlandi og ýmsum suðurríkjum Sovétríkjanna fyrirverandi. Þar sem bara gamlir kommunistar bara skiptu hatt og héldu áfram að stjórna með harðri hendi eins og ekkert hefði í skorist. Þá er ég að tala lönd eins og Kazakstan, Úsbekistan og öll þessi stanlönd sem svo eru kölluð. Þannig að það Hvíta-Rússlandi. Já, einmitt. Og það sem hefði þurft að gerast 1991 var að rétta Rússlandi á Jeltsin-tímanum, fyrsta áratuginn frá 1991 til 2000, hjálparhönd og bjóða á honum risavaxna Marshall-áætlun eða þess konar áætlun eins og félagar mínir eins og Jeffrey Sachs, prófessor á Harvard þá og Columbia núna lögðu til en þetta vildu Bandaríkjamenn ekki og sumir segja að þetta bara verið skilningsleysi en Sachs heldur því fram sjálfur fullum fetum að Bandaríkin hafi gert þau grundvallarmistök að vilja halda
Rússlandi veiku á þess að hjálpa því. Og reynslan sýnir okkur það að þetta voru grundvallar mistök því að ef að vesturveldin hefðu hjálpað Rússlandi myndarlega að þá hefðu lýðræðissinnarnir geta haldið völdum þarna að þá væri Pútín bara leigubílstjóri einhvers staðar í Vladivostok eða eitthvað og þessar hörmungar sem hann hefur leitt yfir Rússland og yfir okkur hinn síðustu vikurnar aldrei orðið. Og þetta skiptir mjög miklu máli. Sko, Pútín bara gangster, hann hefur aldrei umgengist aðra en gangstera, það eina fólki sem hann skilur og kann á og hann hefur bara umkringt sjálfan sig með svoleiðis fólki og svo bara þegar þeim finnst styrkur yfir orðinu of mikil að þá láta þeir til skara skríða, en það annað í þessu. Og það þetta, sko, rússneskt efnahagslíf hefur staðið í stað núna í 10 ár. Kaupmáttur landsframleiðslu og mann í Rússlandi hefur staðið í stað. Og hvernig stendur því? Það bara af því að Pútín hefur engan áhuga á lífskjörum almennings, hann hefur engan skilning á gangverki efnahagslífsins. Ef þú skoðar 10 stærstu fyrirtæki Rússlands, þá eru 8 þeirra olíufyrirtæki og bara 2 eru þjónustufyrirtæki. Og ef þú skoðar til samanburðar 10 stærstu fyrirtæki Bandaríkjanna, þá er 1 olíufyrirtæki og 9 þjónustufyrirtæki. Og þarna bara skilur milli fix og ófix í efnahagslífi. Það hlaut að koma að því að þessi einhæfni rússnesks efnahagslífs bitnaði á efnahagslífinu og það bara elsta triksið í bókinni ef að efnahagslífi hjá þeir stendur í stað í 10 ár að þá reynir að dreifa athygli kjósenda og almennings bara með því að berja bumbur og ráðast á nágranna þína. Og þetta er partur af skýringunni. Þetta er ekki bara hugmyndafræðilegur viðbjóður sem að Pútín hefur á Úkrænumönnum og Eystrasaltsþjóðunum, heldur þetta líka sjálfsvörn í hnignandi efnahagslífi. Trúa því að góður efnahagur leiði til betra samfélags og meiri friðar. Já, mikil óskap. Þú trúi því? Ég trúi því. En ef við förum aftur, því að þú lýsir þessu að þið komið þarna á Hvítumesti, vestrænir hagfræðingar, að breiða út boðskapinn. Já. Í sögunni að þá er þetta ekki svo góðu tími. Þarna þetta er sjokktreatment sem að þessi samfélag ganga yfir. Það er bara, þetta er á hápunkti nýfrjálshyggjunnar. Það er engin annan valkostur. Og þessi samfélag eru hvött til þess að einkavæða atvinnulífið, einkavæða sem mest, taka á sig sjokkið sem það verður. Ekki allir gera þetta. Sko, ekki meldu með því. En þetta var tímabil sem að kemur á eftir 89, bara eiginlega til aldamóta, er hörmungartímabil í efnahagslegu tilliti, þó svo að margir horfi á það sem Jón Ólafsson var hérna hjá mér daginn og hann talaði að þarna hefði verið von lýðræðisþróun á þessum tíma. Seinni kosningar Jeltsin hafi verið mistökin þar sem að Vesturlönd kusu að ýta undir það að hann yrði kosinn, að það hefði líklega verið mistökin sem voru gerð. En lýstu þessum tíma þar sem að sko gamla kerfið bara hrynur og það bara heldur áfram að hrynja og lífskjör almennings bara halda áfram að falla og það er eins og hann finnist aldrei í botnin. Já, sko í húsi hagfræðinnar eru margar vistarverur og það var alls ekki einhugur meðal hagfræðinga það að það þyrfti að gera þetta svona hratt. Sumir sögðu sko ef þú þarft að stökkva yfir á þá stekkur þú í einu stökki og ekki 2. Það er ekki að gera það í áfengum. Nei, það er ekki að gera það í áfengum og þetta er með skiljanleg myndlíking úr daglegu lífi. En aðrir sögðu, til dæmis Kínverjar, sem að gerðu þetta hægt og náðu miklu betri árangri, sögðu ekki fara svona hratt. Það þarf að búa til leikreglurnar fyrst, áður en ríkisfyrirtækin eru sett í hendurnar á einkaaðilum. Og bara fyrra sjónarmiði varð því miður ofan á. Og það er auðveldar að segja þetta eftir á, heldur meðan á þessu stóð. En við vorum allmörg sem héldu því fram að það væri hyggilegra að hafna svona alþýðu kenningum, kerlingabókum eins og það þurfa að stökkva yfir á í einu stökki sko, eins og Kínverjar voru reyndar að sýna bara meðan á þessu stóð sko. En þetta voru... Marsjálfastunum sem þú talar hefði þá verið til þess að halda uppi hvað ég var að segja, svona grunnstóðum samfélagsins í gegnum efnahagserfiðleikana og meðan atvinnulífið verið að fóta sig að nýju. Já, og ekki bara það, heldur sko veita þeim ráð, sko þegar að Jeff Sachs, vinur minn, prófessor var þarna og þá var hann sko innan við langt inn á fertugt, að þá var hann þarna með 10 manna skrifstofu bara á eigin vegum frá Harvard
á sama tíma sko og hvorki Alþjóðabankinn í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn voru komin á staðinn því þau voru ennþá að hugsa sig og ráðfæra sig við Bandaríkjastjórn og svo framvegis. Og það sem hefði þurft að gera hefði verið að þessar alþjóðastofnanir, dótturstofnanir Sameinuðu þjóðanna hefði átt að fara þarna inn með mikinn her manna og sérfræðinga og hlutlausra manna og öllum heimshátnum til þess að hjálpa til, aðallega til þess að veita ráð en svo að bakka ráðin upp með penningum. Því að það er útbreiddur misskilningur að það sem mest munar frá þessum alþjóðastofnunum eins og Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum séu penningarnir en þeir eru algjört smáræði. Það sem munar er leiðsögnin, er ráðgjöfin. Og þegar þetta var, af því að hagfræði eins og við sögðum áðan hafði bara verið beinlínis bönnuð í þessum löndum, að þá voru topparnir, þeir vissi ekki nokkurn skapaðan hlut. Það var eins og að tala við 4 ára barn, ætla að ræða framboð og eftirspurn og verðbólgu og atvinnuleysi við þetta fólk. Ég meina, játtu svona samtal, það var alveg makalaust. Meira sem seðlabankastjórinn í Moskvu, hann var bara fullkominn idiot. Og svona þetta á Jeltsin-tímanum. En hélt hann ekki áfram en þú fórst svo heim? Jú, það var idiotinn sem hélt áfram. Það er lögmálið sem gildir í þessum löndum. Og þarna, og þá er þetta ekki peningurinn sem að menn tengja við sko, hugmyndinu Marshall-aðstoð sem hefði skipt mestu, heldur ráðin. Og svo þegar að frálsynda fólki þarna sko, fær ekki þessa hjálp, að þá bara verður það smám saman undir. Og þá má ekki gleyma því að langskæðasti keppinautur Jeltsins í forsetakosningunum 96 að það var formaður kommúnistaflokksins, beint af gamla skólanum. Og mun ekki með hársbreyta þegar komandinn hefði komið aftur. Og hver veit hvernig ástandi væri núna ef þeim hefði tekist það. Og sama gildir að ýmsu leyti. Kannski hefði ekki verið innrás í Úkraínu. Kannski hefði verið friðurinn sem var þó í kjaldastríði. Það má nú ekki gleyma því samt að Sovétríkin riðust á 10-12 ára fresti inn í vinnuveitt land sko í Evrópu, þannig að því er varlega treystandi. Og svipuð sjónarmið eiga við einnig sko Austur-Evrópu, en þó ekki nema hluta vegna þess að þau tóku svo á, en reyndu svo síðan vera furðu ginnkeypt fyrir hálfgildings fasisma eins og Pólland og Ungverjaland, og það er eina af þessar stóru ráðgátum hvernig þjóðir sem komu svona skaðbrendar undan kommunismannum gátu látið véla sig til fylgis við svona skríðandi fasisma með ritskoðun og þjóðrembu efnahagslegar ástæður fyrir því? Er það ekki skaðinn sem var af kerfisbreytingunum, sveiflan frá Sovjetinu yfir í nýfrjálshyggjuna sem skilur stóra hópa eftir í sárum sem hafi fóðrað? Jú, það er ábyggilega partur af skýringunni og einnig náttúrulega í stórum stíl í Rússlandi. Og þess vegna vonar maður að stríðið í Úkraínu fái þær lyktir, að Úkraínumönnum takist að rekja Rússa burt og nú vofir gríðarlega þung árás yfir austurhluta landsins. Því ef það gerist, að þá eiga Rússar bara einn kost ef þeir þurfa að snauta burt frá Úkraínu. Og það er að taka sér tak og gera það sem Þjóðverjar gerðu eftir síðari heimsstyrjöldina. Það er að segja skiptum stjórn og semja sig að háttum sigurvegaranna, alveg eins og Þjóðverjar gerðu með sinni nýju stjórnarskrá 1949. Ef Rússar gerðu ekki, að þá verða þeir bara eins og risavaxin Norður-Kórea í kæfandi famlagi við Kínverja og Kínverjar taka Síberíu og svo framvegis og þessar tvö lönd eiga taka Síberíu? Já, eiga næstum enga vini. Kína er 10 sinnum stærra land heldur en Rússland. En það takja það með hervaldi? Já, eða bara með samningum. Ef Rússar eiga bara einn vin sem er Kína, þá er Kína sterkri í stöðu og Kína er náttúrulega mjög útþenslusamt land sko undir þessum nýja forseta Xi sem er næsti bær við Mao. Þetta er 2000 ára hlýja, það sem ekki hafa verið lítið í útþenslu í 2000 ár. Já. Tökum frekar að dæma af þessu. Sko, ég nefndi stöðnunina í rússnesku efnahagslífi og gríðarlega fátækt allstaðar fyrir utan borgirnar stóru, Moskvu og Pétursborg. Það tala ástæður sem undanfarið 10 ár. Já, og Kazan og Vladivostok sem eru nútímalegar evrópska borgir en dreifðar byggðir Rússlands búa við alveg ofboðslega fátækt.
og bara þeir sem hafa tekið Síberíulestina nýlega og lýsa því sem þeir sjá út lestargluggana og stöðvunum, alveg þangað til þeir koma til Moskvu, að þeir segja að það sé ennþá bara ólýsanlegt og engu frábrugðið því sem það var sko á Sovéttímanum. Og reyndar það svo sko að tekjur á mann í Rússlandi, það eru langt innan við helmingur af tekjum á mann í Bandaríkjunum til dæmis, og meðal Rússi, hann getur vænst þess að ná 73 ára aldri. Hann lifir 10 árum skemur heldur en meðal Frakki. Það 10 ára munur á ævilengdinni. Og kanninn að vísu sko mitt á milli Frakklands og Rússlands og það á sér staðbundnar skýringar þar. En Rússar eiga sem sagt ennþá mjög langt í land í efnahagslegu tilliti. Og meðal annars þess vegna láta þeir svona ófriðlega núna og þess vegna það lífsnauðsynlegt ekki bara fyrir Úkraínumenn heldur fyrir okkur hinn að Rússar tapi þessu stríði. Já, og tapi og verði, það ekki saman með frið, heldur eina leiðin til frið þetta að segja, að Putin verið sigraður. Já, ég sé það fyrir mér að Rússar tapi og þá þarf að gæta sömu hygginda og Kennedy Bandaríkjaforseti gætti gagnvart Khrushchev í Kúbudeilunni, ekki auðmýki andstæðingin, auðmýking borgar sig aldrei, leyfum Putin að ganga uppréttur heim með sína sögu og þá munu heimamenn sjá hann. Og þá munu heimamenn koma til okkar inna og segja, við skulum tala saman, þannig að ég eigi raunverulega von til þess að Rússar verði vinir okkar og bandamenn eftir fáein ár, nánari heldur en þeir hafa nokkuð tíma verið, alveg eins og Þjóðverjar og Japanar og Ítalar urðu okkar nánu bandamenn fáeinum árum eftir heimsstyrjöldina síðari. Þetta eiginlega plan Trump, á þess að ég sé líka við hann, en hann gerði mikið úr því að halda vinskap við Rússa vegna þess að hann leit á Kínverja sem raunverulega andstæðing. Já, það allt annar hlutur, allt önnur hugsun. Þessi að horfa á heiminn að það sé eðlilegt að Rússland tilheyri okkar. Maður hann það fráttur á svona hernaði, en þú ert að segja þetta vegna þess að þú ert valið að þú vilt að þetta fólk tilheyri okkar heimi. Já, mjög einn. Horfðu á Rússa, það sætu 2 Rússar hérna með borðið hjá okkur og 50 maður væri að segja hver eru Íslendingarnir og hver eru Rússarnir. Það var ekki nokkuð vinnandi við það. Þetta sama fólk, það lítur út nákvæmlega eins og við, það hugsar mjög líkt og við, þrátt fyrir allar skemmdirnar sem fylgdu Sovétkommunismanum og það svona eðlilegt að við eigum mikil og náin samskipti við þetta fólk. Þetta fólk hefur eins og aldrei lifað lífinu öðruvísi en undir hörmulegri harðstjórn og því fylgir náttúrulega skemmt hugarfar og þess aftar og við fengum ekki að nota þessi 30 ár frá 1990 til þess að laga það nema að hluta og þó það þannig að það fullt af fólki í Rússlandi sem eins og þú og ég og það hefur flykkst núna 20.000 saman úr landi. Þess að tæknigeirinn, fólki sem kann á tölvur og þess aftar, það að fara. 20.000 saman. Góðir blaðamenn, þeir eru farnir. Háskólamenn, vísindamenn. Þeir eru allir ýmist farnir eða að leita leiða til þess að fara því að þeir láta ekki bjóða sér þetta, ekki frekar en þú eða ég myndi láta bjóða okkur ástandið svo þarna núna. Það mikil spilling í Rússlandi? Gríðarlega. Og meðan þess vegna gengur hernum svona illa þarna. Það kemur í ljós til dæmis að Rússar hafa byggt orustu flugvél sem þeir hafa auglýst mikið og Úkraínum er bara að skjóta þessar vélar niður eins og flugur. Þannig að það er paník í Peking núna af því að næst stærsti kaupandinn fyrir utan Rauðaherinn af þessum flugvélum er einmitt Kínverjar sjálfur. Og er það spilling? Það er svo miklu sko, fjárveitingarnir hersins er mjög miklar. En það fær ekki allar í hergagnaþróun og framleiðslu. Það fær ég að kaupa snekkjur handa þessum drullasokkum. Snekkjur sem að núna loksins er verið að kyrrsetja út allar heim ásamt öðru þýði. Og þetta held ég skýringin á því hvers vegna það kemur mönnum svona óvart að Úkraínuher sem er miklu minni og veikari heldur en Rauðiherinn getur hrakið þá í burtu. Og það tókst þeim að gera í Kíev. En hvort þeim tekstað í Donbass, við þeirri spurningu fáum við svar á allra næstu dögum. Og núna tala menn það út í heimi að það sé nauðsynlegt ekki bara að beita þessum þvingunaraðgerðum gegn Rússum sem hafa borið allmikinn árangur, heldur þurfi að loka algjörlega fyrir öll kaup á olíu og gasi frá þeim. Því að þá lyppist þeir niður.
Heldur að Evrópa treysti sér í það? Já, hún hefur ekki treystið til þess ennþá, hún hefur haft 45 daga til þess að hugsa málið. En núna þegar það blasir við hættan á stórkostlegum fjöldamorðum í Austur-Úkraínu, að þá vona ég eins og Zelenský Úkraínuforseti að menn taki sér tak og segi við verðum að reyna að gera það sem við getum gert til þess að stöðva þetta, jafnvel þótt minni kaup, engin kaup á olíu og gasi frá Rússlandi kom sér illa fyrir okkur í bráð. En þetta var meiri vandi sko við upphafsstríðsins því að þá var febrúar og þá var hætta á því að fólk myndi krókna á kulda í Þýskalandi og annars staðar í Evrópu. En núna komið vor, þannig að sú röksemd ekki næstum því jafn sterk eins og hún var og þess vegna vona ég að það sem það þorði ekki að gera í lok febrúar áræði þeir að gera núna. Þrátt fyrir yfirlýsingar að það verði kannski hægt að gera þetta eftir ár eða eitthvað svoleiðis. Já, það er allt of seint. Allt of mikil áhætta. Það er gamall brandari um Rússland sem þessi sko að þegar olíuverð er hátt þá er Rússinn eins og górilla en þegar olíuverð er lágt þá er hann eins og simpansi. Það er þetta sem þarf að taka á. Það var einhver sem sagði daginn að Evrópusambandið hefði lagt til milljarð evra til Úkraínu, til aðstoðar, en á sama tíma hefur greitt 36 milljarða evra til Rússlands fyrir orku. Já, ég trúi þessum tölum, ég veit að þetta er ekki gott sko. Nei. Þetta er alls ekki gott. Og þótt að Rússland sé stærra land, að þá er það bara þrisvarsinnum fjölmennari þjóð heldur en Úkraína. Já, og Rússum fækkar oft og títt líka. En spillingi sem hana, er allt samfélagið spilt? Er þetta bara hluti af vandamálinu að þú þarft að múta þig bara í gegnum opinbera kerfið frá lægsta manni upp til þess efsta? Eða er þetta spilling sem er bara eins og herraþjóð sem liggur ofan á samfélaginu sem sígur til sín allt fjöð? Venjulegir Rússar eru bara fólk sem venjulegir Íslendingar, gott fólk og hjartahlýtt. Spillingin er bundin við viðskiptin og við stjórnmálin og hún var gríðarlega á sovjettímanum. Þegar sko sovjetski kommunistaflokkur, hann var ekki stjórnmálaflokkur í eiginlegum skilningi, hann var glæpasamtök, hann var hryðjuverkasamtök. Valdaklíka. Já, og þá meiri segja þannig að saksóknarinn í Moskvu, að hann var langt kominn með mál gegn sovjetska kommunistaflokknum á þeim grundvelli að þetta verið hryðjuverkasamtök. Og sem væru sko, með gríðarlegan slóða af efnahagsbrotum og eftir sér. Og þú veist hvað ég gerði? Að þeir byggu til mynd af þessum saksóknara þar sem hann var með 2 fáklæddum konum á hótelherbergi. Og myndin var mjög hreyfð og það var erfitt að greina hann. Og veistu hver það var sem bar vídeóspólun á milli? Það var Pútín. Það var Pútín. Pútín staðfesti þetta væri hann. Þetta var Pútín. Og nýkominn til Moskvu, það var þetta fyrsta sem og saksóknarinn hrökklaðist frá. En það er svolítið talað við henni í sjónvarpsfréttunum núna því að hann þekkir þessa menn og veit nákvæmlega hvernig þetta er. Og það gerðist til dæmis í 1990-91 sko, rétt í þann mund sem Sovétríkin að hrynja, að háttsettur maður í Kreml í innsta hring, hann kemur að máli við suðurafrískan prófessor sem ég hef söguna eftir beint, sem prófessor í stjórnmálafræði við Yale háskóla og til þess að bjóða honum að hafa milligöngu að kaupa vopn úr vopnabúri Rússa handa Suður-Afríku. Stjórnmálafræði í Yale. Já. Og þá sérðu annars vegar hversu glórulausir þessir menn eru, hvaða hugmyndir höfðu heiminn og þá sérðu líka bara glæpa eðlið. Ætla að fara að selja kjarnavopn bara einhverjum aðskilnaðarsinnum í Suður-Afríku. Þetta er fólki sem náði völdum í Rússlandi? Já. Þetta er fólki sem hefur haldið þeim síðan. Og ekki bara í gegnum Jeltsin-tímann, þau mistuðu ekki. Eða þau byggðuðu upp á þeim tíma og svo náttúrulega á Pútín-tímanum að þá herða þau öll tök. Já. Og þetta er fólki sem var sett til hliðar í Eystrasaltslöndunum 3, þess vegna standa þau upp úr. En þetta er fólki sem hélt völdum líka í Suðurríkjunum 5, í Sovétríkjunum gamla sko. Kazakstan. Já, og það sem er raunverulega óbreytt fyrirkomulag eins og var á Sovéttímanum, en þó kannski einhver svona uppbygging, einhverja atvinnustarfsemi og þjónustu við Vesturlönd. Þetta hefur farið þangað að lýsa þeim? Nei, ég hef aldrei komið til... Ég ætla nefnilega að því að
gaman að hafa þig hérna, að þú hefur skoðað efnahag Hvíta-Rússlands sem svona auka aðili að þessu stríði og Úkraínu. Já. Hvers konar fyrirbrigði Hvíta-Rússland efnahagslega? Hvíta það bara svona smækkuð mynd af Rússlandi og sko lífskjör þar hafa verið sko spegilmynd af lífskjörum í Rússlandi og fyllt þeim alveg hreint allar götur síðan Sovétríkin hrundu fyrir 30 árum en lífskjör hafa samt alltaf verið miklu lagari. Þeir eiga að vísu sko hátæknigeira sem hefur gefið af sér fyrirtæki sem að búa til vörur sem aðrar þjóðir vilja kaupa og það eiginlega samt eini parturinn af efnahagslífinu þetta sem hefur verið í lagi. Og svo náttúrulega þegar eftir að Lúkasjenko forseti Hvíta-Rússlands stal kosningunum síðast að þá hafa allir þessir tækni frumkvöðla bara farið úr landi. Þannig að tækningeirin þar hlýtur bara að leggjast í rúst af þeir sem að stjórnunum eru allir farnir. Og til dæmis landbúnaðurinn, hann allur sko á vegum ríkisins með gamla laginu og það bara skemmtar kartöflur sko sem að fólki þarf að gera sér á góðu sko bara eins og í Sovétríkjunum af allar götur kommunisma sko og þannig að Hvíta-Rússland á langt í land. En Hvíta-Rússar eru eins og Rússar, þeir eru mjög elskulegir. Ég þekki mann sem hefur farið með Íslendinga í ferðir Hvíta-Rússland og hann segir að fá lönd séu yndislegri heima að sækja. Þetta bara svo allir sem hafa setið við eldhúsborð í Moskvu eða Pétursborg segja að það sé engin eldhús hlýlegri og yndislegri. Og mjög eftirminnilega stundir sem ég hef átt við vaxdúk í eldhúsum í Leningrad. Já, nákvæmlega. Já, og þá varum að tala við svona venjulegt fólk. Og þá það kjarnalífsfræðingar sem hafa verið að tala við. Þetta náttúrulega með best menntuðu þjóðum í heimi. En líklega helmingurinn af því mennta fólki þegar farið frá Rússlandi. En svo svipað á við Úkraínu og hún hefur þá sérstöðu með allra þessara fyrirverandi Sovétlýðvelda að tekjur á mann þar eru enn þann dag í dag lægri en það voru sko þegar kommunismir hrundi. En hvernig stendur á því að meiri segja Hvíta-Rússland hefur staðið sig betur á þennan mælikvarða heldur Úkraínu? Já. Sko nú bara ekki rétti tíminn til þess að tala það. Mér langar heldur til þess að tala það eftir að Úkraínumenn hafa sigrað Rússa. En bara örstutt, við skulum samt ekki verðlega við það, bara spillingin í Úkraínu var gríðarleg, hún var svakaleg og þeir bara höfðu ekki þá forystu sem þurfti forystu af því tagi sem reyndist vera til staðar í Eystrasaltsríkjunum til þess að gera það sem gera þurfti og þess vegna sko náði sko handbendi Kremlverja forsetaembættinu til sín og sló sko væntanlega heimsmet í spillingu sem leiddi til þess að Zelenskí þessi sem að þeirra Jón Gnarr sko var þjóðfrægur bara með því að gera grína þessari ofboðslegu spillingu og svo þegar hann var búinn að slá í gegn í nokkur ári röð sem grínist í þessum þáttum sem að gerðu grínina að spillinguna þá sagði hvernig væri að prófa hvort að landið þarf ekki svona forseta. Og það kaus hann og samt var ástandið þannig að hann naut engri sérstakrar hylli ekki fyrr en það kemur í ljós við árás Rússa að hann gerður úr réttu efni þessi strákur. Og hann sumir kalla hann hinn nýja leiðtoga hins frjálsa heims. Og bara kjarkurinn að flýja ekki eins og sumir hefðu gert. Og það lykillinn að því að Úkraínumenn eigi ennþá von. Mér langar að sjá eina skoðanakönnun og hún meðal fólksins á Krím. Vill það ennþá vera partur af Rússlandi? Rússar héldu þannig þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeir sögðu hefði sýnt að 97% af fólkinu þarna vildi vera partur af Rússlandi. Það væri haldin almennileg skoðanakönnun á vegum Gallups eða eitthvað í dag, eða á loknum stríðinu. Hvernig ætli hún færi? Trúirðu þeirri könnun sem var gerð þarna eftir 2014? Nei, ég trúi engum tölum. En geturðu trúað því að meiri hlutin hefði viljað tilheyra Rússlandi? Nú til dæmis hærri tekjur í Rússlandi heldur en Úkraínu á þeim tíma? Já, ég gæti trúað því, en tölum... En sú stað orðin allt önnur í dag? Já, það er bara hljóta að vera. Já, það er bara hljóta að vera. Það ekkert að marka neinar tölur frá Rússlandi lengur. Mínu landi þar sem bannað að nefna hlutina réttum nöfnum, þar sem fólki refsa fyrir
að kalla stríð. Hver tekur mark á tölum frá Hagstofu Rússlands við þessar kringumstæður? Samt fólk að taka mark á tölum stöðu Rússa til Pútins, að það hafi hækkað úr 60% upp í 80%. En með fyrirvörum. Með fyrirvörum. En fólk gerir samt ráð fyrir því að fólk ekki fætt í gær og það veit hvað gerist í stríði, að fólk þéttir sér í kringum stjórnvöld. Það tekur langan tíma. Hefurðu trú á því að efnahagsaðgerðirnar, refsiaðgerðirnar fái Rússa til þess að skipta skoðun eða fái stjórnvöld til þess að skipta skoðun? Það eru þegar byrjaðar að vera árangur. Rússar get ekki lengur horft á Netflix. Það er búið að aftengja kortið þeirra. Og þannig að venjulegt fólk finnur þetta á eiginu skinnu mjög verulega eins og sækir standa nú þegar. Og svo náttúrulega þeir sem að skipta máli þarna, ólígarkarnir, það er búið að kyrrsetja smekkjurnar þeirra og það er búið að frysta reikningarna þeirra og þeir eru í öngum sínum. Og það kemur að því að einhver þeirra, eins og til dæmis Íslandsvinurinn Roman Abramovich, sem tekur Putin tali og spyr, eigum við virkilega að hafa þetta svona. Sem það tekið þeirra tveimur málum sem þú nefnt, bæði Saxon-Olsen og þau hverfa, hann var að rannsaka þjófnað Abramovich á olíufélagi. Og það var ekkert meir úr þeirri rannsókn. Þú nefndur líka spillinguna í hernum, að hann eiginlega fyrstu peningarnir sem hann náði var að stela lest fulla af dísilolíu frá hernum og fara til Eystrasaltslandana og selja þau þar. Þannig eru fyrstu peningarnir sem Abramovich og ekki bara hann. Það er svipuð saga á bak við flesta þessara manna. Þetta eru bara glæpamenn. Þetta eru bara glæpamenn. Voru smáglæpamenn og eru það stórglæpamennum og eru núna á einhverju mælikvarða sem er ótrúlega. En að því við erum að tala svona efna og áður fyrir frá Austur-Evrópu. Þú hefur nefnt öfugþróun í Rúmeníu, Ungverjalandi og víðar. Og þú skýrir þetta mikið út frá, þú ert hagfræðingur og þú ert að segja okkur allar þessar sögur út frá hagfræðinni. Og það er þetta af hagfræðilegum ástæðum? Hvað var það sem að mistókst í þróun þessara landa sem að veldur því að þessi tegund stjórnmálamanna nær völdum og raunverulega fólki sem þú ert að tala sem er von landana sem er að flýja núna borgirnar í Rússlandi, tækni geirinn í Hvíta-Rússlandi, að sá hópur á eiginlega engan sens í þessu löndum. Nei, að vísu er þarna greinarmunur sem þarf að gera skýr á Austur-Evrópulöndunum annars vegar og þar með talin Eystrasaltslöndin og svo Rússlandi hins vegar. Og það sem að skipti sköpum í þessum löndum mörgum var hvort þau settu mark sitt á aðild að Evrópusambandinu eða ekki. Þau sem gerðu það og skýrustu dæmin eru Eystrasaltslöndin 3, Eistland, Lettland og Litáin, að þau bara sáu það að þau þurftu að taka til í sínum eigin ranni til þess að uppfylla þau inngönguskilyrði sem þau vissu að þau þurftu að uppfylla. Og fóru þannig bara hraðferð inn í sambandið og svipa má segja Pólland og Tékkland og Ungverjaland og svo nokkru síðar Slóvakíu og Slóveníu og jafnvel Rúmeníu og Búlgaríu. Þú ert með létt fasista í Ungverjalandi þrátt fyrir. Já, ég veit það. Hann er bara í Evrópusambandinu og NATO. Já, en þeir komu síðar Þeir byrjuðu ekki að gera sig gildandi fyrir en bara fyrir þetta 7 árum eitthvað svoleiðis. Og þeir hafa sömu skoðun á þessu Pólverjarnir, á Rússum eins og ég og Bandaríkjastjórn og NATO og þess og Evrópusambandið. En þeir eru mjög harðir gagnvart andstæðingum sínum og þeir hafa reynt að múlbinda dómara og þeir hafa reynt að múlbinda blaðamenn. Og Ann Applebaum, stjórnmálafræðingur, hefur lýst þessu í mjög áhrifaríkri bók. Hún lýsir því sem gerðist í Póllandi bara eins og drama beint upp úr Henrik Ibsen. Hvernig þessi hægri sveifla í pólskum stjórnmálum sundraði fjölskyldum og vinaböndum með hætti sem að hún hafði aldrei reynt á sinni ævi áður. Og við sjáum merki þess að vísu ekki svona grótesk í löndum sem standa nær okkur. Við köllum þetta svona skríðandi fasisma. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum. Timothy Snyder, prófessor í Yale, hefur lýst þessu í bók eftir bók og það er bara mjög sannfærandi lýsingar. Ég sé merki þetta hér heima líka,
en þau eru ekki eins skýr en þá að viðstu kosti og við sjáum það að það byrja beinlínis hætta á því að hálfgildingsfasisti nái kjöri sem forseti Frakklands eftir hálfa mánuð og það þrátt fyrir það sem að gerast í Úkraínu. Þannig við lifum alveg æðisgengna tíma. Ítalía að falla? Jú, sumir, já, ég ekki viss. Ítalar eru segir, sko. Menn halda alltaf Ítalía sé næst. Menn hafa sagt þetta í mörg ár, sko, bæði á efnahagsviðinu og á stjórnmálasviðinu. En Ítalía segir. Ég ekki eins hræddur hana núna eins og ég hef verið oft áður, sko. Þetta að gerast, þrátt fyrir þessa efnahagslegu framfarir. Þetta að gerast í Póllandi. Já. Sem bæði í NATO og Evrópusambandinu, að það verið að skrúa ofan af mannúðar og mannréttinda sigrum síðustu aldar. Já, ég veit. Þetta að gerast í Ungverjalandi. Já, ég veit. Að vinir mínir í Póllandi segjast bara að finna til smánar, sko, frammi fyrir þeim breytingum sem hafa orðið í pólsku stjórnmálum eftir að þessi stjórnarflokkur náði þarna töglum og höldum í pólskum stjórnmálum. En vonandi... Hvernig útskýrðu þetta? Því ég heyri alveg á þér að þú hefur mikla trú á því að opna atvinnulífið og efnahagslífið, opna fyrir samkeppni og... Með fyrirvörum. Já, með fyrirvörum. En hvað veldur því að þróunin í austrinu svona háskaleg og eiginlega smitast yfir í vestrið? Já. Það eiginlega frönsku kosningarnar að maður þarf eiginlega að hugsa til stjórnmála í Austur-Evrópu til þess að reyna að skilja þetta. Já, sko, partur af þessu sá, af skýringunni, að þess var ekki nógu vel gætt, sko, að allir fengju að sitja við borðið og njóta ávaxtanna af hnattvæðingunni. Og við sjáum þetta skýrt í Bandaríkjunum. Það hefur verið óhugsandi fyrir tíð að maður á borð við Donald Trump næði forsetakjöri. Og svo bara áttuðu menn sig á því þegar þeir skoðuðu hvað kom upp úr kossunum í forsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016. Að fylgið við að var mest þar sem að eymdin og fátæktin og eiturlyfjaneyslan var mest. Og það sú breyta sem að... Fólki sem var svikið. Fólki sem taldi þess að hafi verið svikið. Og þegar þú skoðar niðurstöðu... Það var fyrirvara á því, þetta fólk var svikið á vissan hátt. Já, rétt. Við getum séð þetta núna að þú ert að tala um frönsku kosningarnar. Þú sér það alveg svarti liturinn í riðbeltinu þarna fyrir norðan. Þetta fólk var svikið. Og sko það bara grundvallaratriði sko í hagfræði handa byrjendum að sko fríverslur hún borgar sig en með þeim fyrirvara þessi gætt að ávöxtunum sé sómasamlega skipt og sem allra fæstir lendi utangarðs. Og bara þessu gleymdu menn í öllum æsingnum og þetta skýringin á því líka hvers vegna Bretar kusu að ganga út úr Evrópusambandinu. Ef þú bara skoðar kosningúrslitin, þá sérðu það að það var í þeim héruðum á Norður Englandi sko, þar sem að eymdin var mest og lúxusinn í London var lengst í burtu. Það var þar sem greiddu atkvæði á móti þessu. Og nú, við sjáum þetta líka núna þegar svona mjótt á munum milli Frakklandsforseta Macrons og formans þjóðfrelsis fylkingarinnar og við sjáum þetta bara í landi eftir land en samt skulum sko muna það að þessi hætta stafaði að Þýskalandi líka sko fyrir 7 árum en það tókst að kveða hana niður þar kom upp hálfgildingsfasistaflokkur í Þýskalandi af öllum löndum. Í austurhlutanum það sem hafi gengið gegnum erfiðleika. Nákvæmlega. En Merkel og þeim kanslara að þeim tókst að býta þetta af sér með lagni. Og maður vonar bara að samskonar lagni verði til staðar í Frakklandi og annar staðar. Svíþjóð. Og Svíþjóð, já. Spáni, Vox orðin stæðsti flokkurinn í konunum. Já, ég veit það. Þetta er raunveruleg ógn. Þetta er raunveruleg ógn, en ég bendi aftur á sko árangurinn sem að Þjóðverjar, það er að segja kristilegi demókratar í Þýskalandi náðu í viðureiksinni við þannig hálfgildings fasistaflokk, Alternativ für Deutschland heitir hann, og úr því að þeim tókst það, akkur skildu okkur hinum ekki takast að líka að halda aftur af þessu. En hættan er raunveruleg og afleiðingarnar af því ef að okkur fatast höggin, að það geta orðið skelfilegar. Ég ætla að fá að tala við Ísland á eftir, en ég veit að þú hefur verið mikið í Afríku. Já.
Þannig að við yfirgefum núna hérna gömlu sjúku álfu og förum til Afríku. Já. Þar gríðarleg vandamál, efnahagsvandamál sem að springa út í pólitísku vanda. Já. Og þar spilling, Já. þar hérna skortur á lýðræðislegri uppbyggingu samfélagsins. Þegar ég kynni Afríka er náttúrulega svo fáránlega stór, en ég ætla samt að spyrja þig, hvað segðu okkur frá Afríku? Já, sko þegar ég kynni Afríku, þá held ég allt aðra ræðu heldur en þú varst að halda. Því að Afríka er í stór sókn bæði í efnahagslegum og pólitískum skilningi. Sko samkvæmt skilgreiningum stjórnmálafræðinga, þá eru bara 3 einræðisríki eftir í Afríku. Og sko að 50 ríkjum. Og með annað hvert Afríkuríki var botnlaust einræðisríki bara fyrir 20 árum sko. Og þarna eru sem sagt að gerast miklir hlutir og merkilegir sem fara oft fram hjá mönnum af því að þeir sjá bara myndir af sveltandi börnum og draga ályktanir af þeim sem bara eiga ekki lengur við. Það er margt að gera. Það er hjálpa Afríkumönnum með því að gefa þeim geit, eins og allir búi ennþá við þann. En það er mikið gerst í Afríku undangengin svona 30 ár og bara tölurnar eru ólíknar sko. Sko meðalaldurinn í Afríku, hann bara 2-faldast á 2 mannsöldrum. Og núna eru 2/3 hlutar Afríkumanna læsir, það var bara 3 fyrir 1 mannsaldri. Og það er alveg sama hvaða félagsvísi þú tekur. Sko mannsævirnar lengjast, fjölskyldurnar minnka. Það er að segja lykillinn á okkar lífskjörum í okkar heimsluti er sá að við vöndum okkur af því að lifa stutt í stórum fjölskyldum og nú lifum við lengi í litlum fjölskyldum. Og Afríka er að komast á þetta í sama stig, smám saman. Og þetta þýðir það til dæmis að þegar börnunum fækkar í hverju fjölskyldu, að þá þurfa færri börn að fara alls og miss, af því að foreldrarnir hafi ekki efni á að senda þau í skóla. Og þetta er allt saman að breytast. Þetta voruðu kannski í gamla kerfinu voruðu náttúrulega bara vinnudýr. Já, einmitt. Átjóböld til þess að lifa af. Nákvæmlega. Og smám saman er að verða til sko velferðarkerfi í Afríku, bara evrópskur og sumpart jafnvel amerískri fyrirmynd. Þannig að foreldrar þurfi ekki lengur að hrúa niður öllum þessum börnum til þess að þurfi ekki að kvíða ellinni. Og bara Afríka er að færast nær okkur. Afríkusambandið hefur ákveðið að taka upp sameiginlega mynt af evrópskri fyrirmynd og nú heita afró, eins og klippingin. Og það er víst ekki komin stundatafla. Losna við hennan franska vestur-afríska franka. Já, og ekki bara hann, heldur aðra myntir líka. Og með öðrum orðum þeir hafa tileinkað sér þeir skilja hvað þarf til þess að búa við betri lífskjör, sómasamlega lífskjör. Og þeir bara sækja fyrirmyndir til Evrópu og þeir vilja hafa Afríkusambandið eins og Evrópusambandið, þeir vilja hafa eina mynt eins og Evrópa og hún á að heita afró eins og ég sagði og þannig áfram. En þetta er ekki auðvelt í 50 löndum og þar sem eru stríð yfir landamæri allvíða ennþá sko, það er eilíft vesinn í Kongó alltaf til dæmis. Og svo eru þarna átökum auðlindir og það sem Kínverjar að gera sig æ breiðari og Kínverjar berja sér á brjóst og segir lítið á okkur, ekki þurfum við lýðræði, ekki vera að apa það eftir Evrópu og Ameríku og það þarf sterk bein í fátækum löndum til þess að standast slíkar áróður. Kínverjar koma þarna með fullar hendur fjár og byggja handa brýr og sjúkrahús og skóla og segja ekkert lýðræði, það er bara píp. En margir Afríkumenn sjá í gegnum þetta og reyna að verjast þessu og þannig að árangurinn sem hljómgrunnurinn sem Kínverjar eiga í Afríku, hann er veikari núna eins og ég skynja það heldur en hann var fyrir 10 árum. Endur alltaf kom í ljós að átrúna að góða nýja forsetans í Kína, það er ekki Deng sem er áhrifamesti stjórnmaður 20. aldar ef maður metur það í efnahagsárangri. Heldur það er Mao. Kínverska stjórnin er búin að endurreisa Mao, einhvern mesta fjölda morðingja sem sagði hann frá að greina. Og þannig að Kínverjar eru ekki góð frétt eins og sakir standa. Og það er voðalegt að svo skuli vera á sama tíma og Rússar hrökkvu upp á standinum. Þú gættir að segja mér góða sögu frá Afríku. Hvaða land var það? Þau eru mörg, en annars sem veldur vonbrigðum þar er það að oft er það eitt land sem ríkur upp. Eþíópía var
fyrirmyndar. Svo mærir langa tíð. Já, og svo pappa þau. Þannig að það eru venjulega svona 5 til 10 lönd sko í Afríku sem hægt að nefna til sögunnar sko vegna þess að þau hafi lyft grettistaki. En þetta hópur landa sem breytist því miður allt of mikið. Sem leiðilegt vegna landanna sem þetta út af listanum, en þetta gott fyrir þau sem bætast við. Þú talar áðan Rússland að vera einhæft og hefur verið stöðnun í atvinnulífinu þar og efnahagslífinu þetta fyrir 10 ár. Það hefur verið sett að Rússland sé ekkert annað en bara bensínstöð, sem hráefnisútflytjandi. Það á við mörg af Afríkulöndunum að þau hafa verið alveg frá því voru nýlendur, fyrst og fremst hráefnisútflytjendur. Já. Þetta markar svolítið þeirra efnahag og lausnir og pólitík. Já, en munurinn á mörgum Afríkulöndum annars vegar og Rússlandi hins vegar að það ríkir nokkuð góður skilningur á því að þau þurfa að skjóta fleiri og styrkari stoðum undir efnahagslífið. Þannig að Afríkulöndin eru meira að minna orðina þjónustu hagkerfum og þannig við köllum ennþá stundum innviðaríki í okkar heimshluta ætti að kalla þjónusturíki vegna þess að þjónusta, þú og ég vinnum í þjónustugeiranum og flestir sem eru að hlusta á okkur, að það á einnig við í Afríku í æ meiri mæli. En þarna eru líka mörg lönd sko alveg bara frá Angólu til Sambíu sem hafa gert of út á náttúruauðlindir og þeim fylgir í Afríku eins og við annars staðar alls konar vandi, spilling og rentusókn og frelsi og kúgun og þess að það. En það er skilningur á því. Ástæðan þess að ég er svona mikið í Afríku svo þeir fá mig til að tala við sig þessi mál. Auðlindarentu. Já, og því að ég þori að segja það suður frá sem þeim finnst ekki öllum óhætt að segja sjálfur sko. Þau eru ekki að fara að taka upp íslenska kvótakerfið? Nei, Færeyingar tóku það að vísu upp sko en þeir eru eftir að sjá eftir því. En varðandi að tölum auðlindirnar, ég man eftir því í umfjöllunum Namibíu, með því að ég fletti því bara eitthvað upp. Að þeir voru til dæmis með þrískipta tekjuskatt á fyrirtæki, venjulegan tekjuskatt. Svo ef þú varst í sættir í auðlindir, þar fór fiskurinn og svo var það alveg sérstakur fyrir gull og demanta. Það var eitthvað 60% skattur þar. Þannig þeir voru að ná í auðlindarentuna til þjóðarinnar. Með skipulegum hætti. Já, þeir lögðu á bara veiðigjöld bara eftir bókinni. En á bara á tekjuskatti fyrirtækja. Já, og það er svo aftur útfærsluatriði. En Namibía var einmitt eitt fyrsta Afríkuríki sem hafði skilning á þessu. Og þeim grátlegra er það að það skulle vera íslensk útvegsfyrirtæki sem að vinna Namibíu þetta svoðalega mein sem að nú hefur verið afhjúpað. Þú ert búin að vera víða í Afríku, ekki? Já, ég kom með 18 landa í 50 eitthvað. Og sem ráðgjafi? Já, allavega. Og frá með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum? Já, og Alþjóðabankanum og eiginvegum bara líka. Þannig að þú, nú erum við búin að fara með þig í Austurveg og síðan til Afríku. Já. Og þá komum við til Íslands og hagfræðingur ungi, fertugi, sem fór í Austurveg og hefur síðan verið í Afríku. Já. Hvað segir hann okkur Ísland? Mér finnst ég skilja Ísland betur eftir að hafa gert þessar reisur bæði til Rússlands og Vestur-Evrópu og Afríku. Það er allt of mikill Rússi í Íslendingum, finnst mér. Og hvernig lýsir hann sér? Já, hann lýsir sér í því að menn berja sér að bjórróst og tala markaðsbúskap en eru ríkisafskipta og haftasinnar í raun og veru. Þannig sem menn lifi lífinu ljúgandi í stjórnmálum hér og hafa gert það áratuga skeið. Þetta á sérstaklega við Sjálfstæðisflokkinn. Mér finnst ástæðulaust að nefna hann ekki til sögunnar því að svo langur er sakaferill hans orðinn. En aðrir flokkar eru ekki langt undan. Ég bara minni á það að það var sitjandi formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra sem að sagði fjórflokkurinn er dauður og einhvern þarf að sjá útförina. En hann er ekki dauður? Nei, hann er ekki dauður. Hann heldur áfram? Hann heldur áfram, ég veit það. Og hann heldur ekki áfram eins og það er sagt nýfrjálshyggjan, ég veit ekki hvort þú veist saman á því að hún sé dáið hugmyndakerfið haldi áfram sem svona zombie hugmyndir. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann er ekki zombie, hann er bara raunverulega með völdin í samfélaginu og bara heldur þau. Þannig hann er ekki þannig að hann sé svona lifandi dauður. Hann getur verið hugmyndafræðilega dauður, en hann er á fullu, eins og sást bara í engavæðingu Íslandsbanka. Hann bara virka vel sem það svoleiðis batteri. Við skulum spyrja leikslokum þar og annar staðar.
En þetta hefur gengið svo langt, Gunnar, og það sést sko ekki bara á því að sko félagsauðurinn í landinu, að hann að grotna niður. Traust minnkar, ekki bara traust almennings á stofnunum, heldur bara alls konar traust. Lýðræðisvísitala Íslands hrapar. Við erum búin að segja okkur lögum við sko Norðurlanda fjölskylduna og spillingarvísitölurnar hrapa líka. Við erum búin að segja okkur lögum við önnur Norðurlönd þar líka og þetta bara ágerist ár fram af ári. Minni von almenningsum bata sem orðið mjög ábyrrandi. Og ég bara verð þess var að ungt fólk vill margt fara úr landi og sem voðalega tíðindi í svona fámennulandi og hugsaði það að kaupmáttur landsframleiðslu á mann á Íslandi 2020, það nýjasta talan sem til, hann var lægri heldur en það var 2007. Meðan stöðnunin í Rússlandi á nákvæmlega sama kvarða hefur staðið í 10 ár, en hún staðið 15 ár hér. Og menn segja stundum, já, spillingin, hún ekkert vandamál sko meðan að lífskjörin í lagi. En lífskjörin hafa verið flöt hér í 15 ár. En nú segir stjórnvöld kaupmáttur hafa aukist, segir kaupmáttur einhverja hópa hefur aukist, en kaupmáttur landsframleiðslunnar í heild þegar allt tekið með, eins og vera ber. Hann minni núna heldur en var það 2020, heldur en var 2007. Og sérðu, þú finnur ekki þessar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands, en þú finnur það í gagnasafni Alþjóðabankans. Sem eitt veikleikamerkið enn sko. Með öðrum orðum, stjórnmálastéttin, hún búin að veikja stjórnsýsluna til muna. Hún hefur gert árangursleysi að lífstíl. Hún bara belgir út ríkisstjórnina, belgir út ríkisútgjöldin, skuldirnar fara snar hækkandi og svo ætlaði að kenna sko 2 ára faraldrum, en stöðnunin búin að standa í 15 ár. Á þessu tímabili út að lýsa, þá kemur túristasprengjan. Ferðamenn hér fara úr tæplega 200.000 yfir 2 milljónir. Er þetta merkis út að lýsa það að þetta sé ekki góð atvinnugrein vegna þess að hún svo mannaflsfrek að þjóðartekjur á mann aukast ekki? Er það merki? Já, það partur af því. Sko fjöldi ferðamanna sem hingað koma hverju ári var orðinn 7-faldur mannfjöldi landsins sko fyrir faraldurinn. En ég hef ekki vonað því að neitt í líkingu við það gerist aftur. Bara vegna þess að það hlýtur að gerast sem liður í vörnum gegn hlýnun loftslags að ferðalög verði gerð dýrari. Og þar með mun þeim fækka, og það tilgangurinn, og þeim verður að fækka bara til þess að koma í veg fyrir katastrófu sko, sem allir vísindamenn sem máli hafa fjallað segja að muni verða, nema það verði mjög sterk viðspyrna og færri flugferðir ljóta að vera mikilvægur partur af því. Og þess vegna á ég ekki vona á því að Íslendingar geti bundið vonir við að allur þessi ferðamannastraumur snúi aftur. Ég hef enga trú á því. En þessi stöðnun sem út að lýsa, hvað veldur henni? Það sem veldur henni, já það er bara vond hagstjórn, bara vond landstjórn, veikari og spiltari stjórnsýsla bara af því að stjórnmálamennir vilja hafa jámenn í kringum sig og þeir kæra sig ekkert hæft fólk og það er bara búið að eyðileggja hverja stofnununa og fætur hann henni. Mér er alltaf að tala útlendinga eftirlitið en það er bara eins og stjórnsýslan eins og hún blasir við mér. Leyndarhyggja, spilling og þetta er voðalegt og sögurnar og reynslan sem að verður fyrir í samskiptum við stjórnsýsluna og bara sögurnar sem þú sagðar af henni, þær veru óhugsandi í Danmörku, Noregi eða Svíþjóð eða Finnlandi. Og þetta er bara eitt staðurinn enn þar sem Íslendingar hafa sagt sig úr lögum við restina af Norðurlöndum. Og auðvitað vill fólki í landinu ekki hafa þetta svona. Og þess vegna verður þessu snúið við og spurningin er bara hvernig það gerist. Sko ef menn ætla á stjórnmálavettvangi að halda áfram að berja höfðunum við steininn, að bara þá verður bylting hérna. Og þá bara förum við aftur á Austurvöll
og rekjum þetta fólk í burtu. Við höfum gert einu sinni, við kunnum það. Og spurningin svo hvort að þeir vilja reyna að gera það sem þeir þyrftu að gera til þess að komast til þessu. Þegar við erum að tala saman í dag og frétt síðustu viku var salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka, 22,5%. Heldur að það mál, það hneyksli sem að það mál geti valdið því að ríkisstjórnin rekist í burtu? Já, ég gerir mér svona þriðjungs vonum að það geti gerst. Enda sérðu það að meira en 9 af hverjum 10 sem eru spurð álit á þessu að lýsa djúpri hneykslan á þessu. Sko venjan svo að hér bara eldgos að hrina af hneykslum, alveg hreint frá einni viku til annarar og það eins og þeir sem að hneykslunum valda bara bindi von við það að hvert nýtt hneyksli gleymist þegar næsta hneyksli gýs upp. Og þannig horfir Ísland við manni bara mörg ár aftur í tíman. En þetta hneyksli með það sem að dæmdir glæpamenn eru gerðir að eigendum í banka aftur, að frumkvæði stjórnvalda, að frumkvæði stjórnmálamanna sem að beinlínis tóku þátt í bankaráninu 2008. Það held ég að mörgum þyki vera einum of gróft. Og þess vegna á ég vona á því að einhverjir í stjórnarliðinu sjáu að þetta gangi ekki. Þú manst hvernig stjórnin 2008 fór frá. Það var bara vegna þess að baklandið í Samfylkingunni sagði hingað ekki lengar á lokuðum fundi. Og þannig að forystan varð að gefa sig. Og ég á vona því að í einum eða tveim af þessum stjórnarflokkum sem sitja núna að þá verði haldnir þess konar fundir þar sem baklandið segir þetta gengur ekki lengur. Ég vona það. Já, eitt þriðji. Já. En í samfélögum, að því að við byrjum í austri og þar vanhæf stjórnsýsla og þar stöðnun og þú ert að lýsa sama ástandi hér. Þar staðan svo að það gerspillt yfirstétt sem að getur sótt sér nógu af fé og nógu af status og nógu af öllu upp úr samfélaginu og hefur raunverulega til það ekki verið að sinn hag að byggja upp gott samfélag fyrir heildina. Þú tilur að þetta sé ástandi sem hér? Já. Ég tel beinlínis að þetta sé partur af skýringuna á því hvers vegna hér ríkir stöðnun og vonleysi víða. Og ég hissa á því til dæmis að sterk almannasamtök eins og launasamtökin skuli ekki hafa gert sér meiri mat úr þessu. Ég sé að þau eru þeirri leið. Út af þessu mennarðu sölunni á bankanum eða bara þessari gerspillu yfirstétt? Já. Sólveig Anna tala nú svolítið. Ég veit það. Þetta kemur yfir í svona 3/4 setningu gerspillu yfirstétt. Já, en svo ég veit það. Svo bara urðu mannaskipti í launasamtökunum á síðasta ári. Og þannig að nú kveður þar við nýjan tón, gamla meðvirknin þurfti að víkja. Og ég býð þess bara að segja hvað svipa gerist hjá samtökum atvinnulífsins. Því þau eru stór partur af vandanum. Það sem lýsir sér því að þetta eru einu samtök atvinnulífs í allri Evrópu sem hafa engan skilning eða áhuga á því að tengjast Evrópusambandinu. Sem bara segir mér það að þessir forystumenn í atvinnulífinu að þá var það ekkert jafnvel hag fyrirtækjanna sem þeir þykjast vera að vinna fyrir. Sjáðu. Og það bara vegna þess að þeirra aðferð bara að nota stjórnvöld til þess að mylja undir hygla stærstu fyrirtækjum. Já, mylja undir fyrirtækjum og þá þurfa þau ekki að hafa neinar Samtök atvinnulífsins er náttúrulega ekki lýðræðisleg samtök. Þau hafa flest atkvæði sem borga mest. Ég veit það. Og til dæmis í SFS, sjávarútveginum, þá eru meiri hlutin í stjórninni, hann á eitthvað 60% kvótanum. Þannig að þetta eru bara eina allra ríkustu og öflugustu sem að nota þessi hagsmunasamtök fyrirtækjaeigenda sem sín hagsmunasamtök, enda er verið að búa til samtök smárra og millistóra fyrirtækja út af þessu. Ég fagna því. Og ekki bara það, heldur eru það máttarstólpar í samtökum atvinnulífsins sem að halda úti heilu dagblaði, morgunblaðinu sem að er allir sinni púðri að mæra ýmist Trump eða Putin. Og það er eins og þetta fólk halda að dagblaði eigi að vera svona. Og þetta er alveg voðalegt. Þorvaldur, þú er búin að vera virkur þáttakandi í samfélagsumræðunni lengi og
annarkvæmt hefur svona gaman að þessu eða þú lítur á þetta sem skylduvinna eða hvað? Aðalega síðan enda en einnig fyrir enda, ég neita því ekki. Finnst þér að aðrir hagfræðingar mættu taka meiri þátt? Finnst þér Þeir eru nú byrjaðir á því sem félagi mínir af yngri kynslóðinni sko. Já. Þetta var svolítið Það er svolítið kynslóðskiptið. Já, þetta var svolítið einmannalegt framan af. En núna sé ég það bæði hérna á maður fleiri bandamenn meðal blaðamanna og einnig meðal kollega. Og finnst þér þetta skipta máli? Heldur að svona frjáls skoðanaskipti geti haft áhrif eða snýst þetta verkalýðshreyfinguna þar sem þetta beita einhverju afli? Bara kort tveggja. Og það þýðir ekkert að tala við stjórnmálamenn í reykfylltum herbergjum sko, ég hef aldrei gert það. En það þýðir held ég, dropinn holar steininn, það þýðir, það hjálpar að eiga rökræður við fólk fyrir opnum tjöldum í fjölmiðlum og þess vegna hef ég. Ég búið að skrifa eitthvað annað 1000 blaðagreinar sko síðan ég byrjaði á þessu. Þegar ég fluttið til landsins sko rúmlega 30, þá ætlaði ég aldrei að gera þetta. En svo bara kom ég og sá hvers konar þjóðfélagi þetta var og þá sá ég að ég gat ekki, ég mátti ekki þegja. Og síðan hef ég verið að. Þú segist ekki ræða við ráðamenn í lokuðum herbyggjum. Nei. Af hverju er það? Hefur ekki trú á þeirri aðferð? Ég hef ekki trú á þeirri aðferð, en það eru ekki hafa þær aldrei talað við mér frá því að það. Það er ekki búið þeirra. Já, það er svolítið áhugaleysi venjulega. Það eru margir sem eyða miklu tími í það, í svona verið trú að setja milda hjarta yfirvaldsins. Það er held ég segja. Stórlega ofmetið. Já, ég hef reynslu af því annar stað frá og það er stórlega ofmetið sko. Þú tókst þátt í búsátabyltingunni? Já. Þar, að því við nefndum verkalýðshreyfinguna áðan, það horfa margir með svona sorg til þess tíma að verkalýðshreyfingunni auðnaðist ekki, stóru almannasamtökunum, að standa með almenningi þá. Já, við reyndum mikið en svörin sem ég fékk hjá verkalýðsforingjum og eflaust aðrir líka voru þau sko að verkalýðsfélögin þyrftu að standa utan og ofan við stjórnmálabaráttuna. Og það voru afdrifarík mistök sko vegna þess að það var svo mikið í húfi, svo 10-15.000 mann sem voru flend út af heimilinu sínum og svo framvegis. Verkalýðshreyfingin mátti ekki leyfa sér að þykjast að vera heilagar en svo að hún gæti látið gott af sér leiða. Það er líka skrítið verkalýðshreyfing sem ekki tekur upp baráttum á félaga sinna. Já. En nú hefur þetta breyst að núna er komið þetta nýtt fólk sem er miklu öflugra heldur en þeir sem á undan fóru og þannig að ég á síðu vona því að sama vill að vera gerð aftur. En það þarf ekki bara að laga til verkalýðshreyfingunni, það þarf að laga til hinum með borðið líka eins og við erum að tala um. Og þess vegna bind ég mikla vonir. Á fyrirtækjum? Já, og þess vegna bind ég mikla vonir við það að þessi fyrirtæki sem smáu fyrirtækin rífir sig frá hinum og grasrót sjálfstæðisflokksins hefur nú til ennþá. Einu sinni var þetta flokkur smáatvinnurekenda og annars líka hann náttúrulega ekki þjónað því fólki lengi. Þetta er bara allra ríkasta fólkinu á Íslandi. Að það rísi upp. Samvinnumennirnir í Framsóknarflokknum. Já. Sósíalistarnir í VG. Já. Og ég held að þetta mun allt saman gerast. Í hvaða röð veit ég ekki. En ég hef enga trú á því að hér bara malli þetta áfram næstu 10 ári eins og það við gert frá hruni. Já. Þú ert bjartsýnn maður. Já. Hefur alltaf verið það? Já. Ég er til dæmis ekki minnst að vafa það að nýja stjórnarskráin frá 2011-13 að hún verður að lögum í landinu. En það væri það svo gróft brot gegn lýðræði ef að það gerðist ekki að við það væri ekki búandi. Þá var Íslendingar endanlega búinir að segja sig úr lögum við Norðurlandafjölskylduna og Evrópu að öðru leyti og við það verður ekki unað og ég er ekki minnst að vafa það að fólki í landinu mun taka til sinna ráða hvað sem það kostar til þess að þjóðarviljinn verði virtur. Þú hefur verið í löndum. Þú sagðir áðan, myndi mig á þess að maður sagði við mig þegar ég var á Kúbu. Hér er sko fallegt land fallegt fólk í stórglæsilegu landi undir ónýtu kerfi. Þannig er það bara. Þannig að maður er oft komið á staði þar sem að fólk verður bara að sætta sig við að kerfið er ónýtt. Já, en það á við erum ekki í þeirri stöðu Íslendingar að setja okkur við. Nei, munurinn á Kúbu og Rússland annars vegar og Íslandi hins vegar er að við erum ennþá lýðræðisland enda þótt að hafi hallað mjög lýðræði undangengin ár. Við erum ennþá þau tæki og tól sem þarf til þess að hrinda spilltum yfirvöldum frá og ég hef fulla trú á því að það muni takast. Það verður að takast.
Það skal Þannig að þú ert mikill lýðræðissinni og hefur mikla trú á árangri af frjálsum viðskiptum og samkeppni og öðru slíku. Við sjáum þetta stjórnmálalífið í Bandaríkjunum sem ætti að hafa þetta allt sem að þú hefur, sem að eiginlega, þar ólígarkismin sama vandamál í Rússlandi. Þar hafa hinir ríkur umverulega rænt stjórnmálum. Já. Það svakalegt og það má rekja þá hörmulegu afturför í Bandaríkjunum til eins dóms Hæstaréttar 2010. Þegar Hæstaréttur ákvað að það væru mannréttindi stórfyrirtækja að geta ausið eins miklu fé í stjórnmálabaráttu eins og þeim sýndist. Fráleitur dómur og lögfræðilega rangur og spilltur dómur. Og þetta er bara til marks það hvað einn Hæstaréttardómur getur valdið miklum skaða. Og kapallinn hefur rakið sér sjálfur síðan, en ég held að lýðræðið í Bandaríkjunum sé nógu sterkt til þess að þessum dómi verði hnekkt áður en lýkur og vonandi bara á þessu kjörtímabili eða næsta og þannig að Bandaríkin geti aftur náð stjórnmálunum úr höndum peningaflana sem hafa valdið Bandaríkjunum ómældum skaða. Herru, Þorvaldur, kæra þakki fyrir að koma hingað og deila með okkur bjartsýninni inn í háskalega tíma. Ég þakka Þorvaldi kærlega fyrir að staldra þetta við og fræða okkur Rússland, Afríku og Ísland og Austur-Evrópu líka og margt annað. Hlustendur þakka ég fyrir að staldra þetta við og hlýða á okkur og segi bara takk fyrir í kvöld.